ætlum að kíkja núna í heimsókn í Skemmu hérna beint á móti Akureyri og heilsa þar upp á feðga sem eru svo sannarlega með snjósleða dellu en þeir hafa látið smíða fyrir sig kraftmesta snjósleða heims og stefna hvorki meira né minna en á heimsmeistaratitil. Hvernig hófst þessi áhuga á snjósleðum í familíunni? Við byrjuðum á þessu, ég byrjaði mjög ungur allavega og ég var örugglega byrjað þegar fyrstu sleðarnir komu til landsins. Svo er þetta bara búið að þróa svona með árunum og við erum búin að keppa nánast á hverju ári sem við byrjuðum og verið svona mjög ofarlega efstir alltaf í þessu sem við höfum verið að keppa í. Og þú hefur náttúrulega fengið drengina þína til þess að taka þátt í þessu öllu saman? Já, þeir tilkeyrðu fyrir mig sleðana þegar þeir voru litlir svona frá 5 ára aldri, þá voru þeir að tilkeyra á dúninu svo ég geti farið í keppni á þeim. Þannig byrjaði nú þeirra áhugi. Þannig að þið hefur bara, ég svo gott sem fæðist með olíu í blóðinu. Já. Manstu eftir því þegar þú varst að byrja að læra á snjósleð og greyr? Já, ég held að það verið gamalt Kawasaki sem ég gerði fyrst, ég var 8 ára eitthvað slúður sem var gamli átti. Já. Og alveg fundið strax að þetta var málið? Já, við verðum ótrúlega snjósleðum alveg síðan. Það er ekkit undan þessu komið í þessari fjölskyldu, þetta er bara málið? Já, þetta er bara málið, sko. Já. Og hvað heillar þig við snjósleðan? Það er bara hættan, sko. En annars er það ekki gaman. Þannig að það er bara hraðinn og hættan og adrenalín kikkið? Já. Já, það er málið. Það er málið. Og svo fyrstu nú svolítið flugu í hausinn fyrir nokkru síðan. Segðu okkur aðeins frá því hvað datti nú eiginlega í hug? Já, við erum búin að vera mikið í keppa í spinnum og snjósleðum. Búin að vera framalegið í mörg ár. Þannig ég fekk það á flugu í hausinn að smíða fyrir okkur kraftmesta snjósleða í heimi. 700 hestöfl. Kraftmesta snjósleða í heimi, það er ekkert eitthvað svona smámarkmið neitt. Nei. Og við vorum að keppa á honum á heimsmeistaramóti núna 11. september. Þið byrjuðu á því, var það ekki, að láta smíða eitt sem að einhver annar ökumaður keppti fyrst fyrir ykkur. Segðu okkur frá því hvernig það gekk. Já, það var sá sem að smíðaði sleðan og þeir kepptu á honum fyrir okkur og unnu heimsmeistaramót og tóku nýtt heimsmet sem stendur enn í dag. Það var tími 3:76 á 150 metrum og 240 km hraði. Við erum að tala bara eitthvað hraða sem að bara flugeldar skilja. Já. Og þið kannski. Já. En hvernig leist þér á það? Kraftmesta snjósleða í heimi og fara að keppa á heimsmeistaramóti. Var þetta nú ekki svolítið klikkuð hugmynd svona til að byrja með að minnsta kosti? Jó, náttúrulega mjög klikkuð en ég held að við gefumst ekki fyrir við verðum heimsmeistarar á þessum snjósleðar. Og ef það dugir ekki til þá smíðum við annan. En það var sem sagt þannig að þið fóruð og kepptuð og settu þið bara á sleðan? Já, það var ekkert annað í boði, sko. Fyrsta hugmyndin var að Ási myndi keppa á hann og svo midda sig á hné. Þannig að það var svona seinstu stundu ákveðið að ég yrði að láta mig hafa það. Læknirinn sagði nei, það mátti ekki fara. Segðu okkur aðeins frá þessari upplifun. Þetta var allt annað með vanur, sko. Maður fer hann á ráslínu og það er rosa hjálpa til og það er allt annað en hér og svo bara heldur maður inn í takkanum og vissi ekkert hvað myndi gerast í raun og veru, sko. Svo sleppir maður bara takkanum með 700 hestöfl og maður var alltaf hissa, sko. Þegar maður kom inn í miðbraut, þá bara, nei, slepp ekki guðinni, þetta er að láta mig hafa. Þetta er rosalegur hraði og náttúrulega fjöldi fólks að fylgjast með og fjöldi sleða að taka þátt, þannig að þetta er allt annað. Já, það eru fleiri, bara 20.000 manns að horfa og það er einhver skuggaleg hópur að liða hana en það er svo margt annað hana, sýningar, það er frumsýna snjósleða og dót, sko. Þannig að það koma svo margir út af því líka. Ég sé það alveg á þér að þú myndi aldrei gleyma þessu. Nei. Við förum vonandi aftur næsta ári. Já. Fjórða sæti, það er nú samt öflugt. Já, við vorum nú búin að kannski fara hærra en ég sátti með það samt. Hvað voru margir að taka þátt? 600 og eitthvað. Já, alveg allt í lagi að vera í fjórða. Við vorum eitthvað 15-20 í okkar flokk, sko, stærsta flokknum. Nákvæmlega. Það er 61 flokkur. En hvernig líður pappanum að sjá litla dýrið þjóta af stað á ráslínu á þessu trilltæki? Já, við vorum svona alveg með hjartað í buxunum, sko. Við svona skulfum í hnjánum og svona titruðum allir og sá sem smíðaði sleðan, hann heitir Jim og
hann stóð þarna með mér og hann svona var varla að treysta þessu sko þegar við ekki gert þetta áður þarna sko og hann var svo hræddur og hann svitnaði svo mikið og skalf og víbra allir gallinn og svo sagði hann við mig hana eftir að þetta væri nú svona gott að þetta væri búið. Já, það ekki. En hvernig leið þér? Þú áttir að vera þarna en litli bróðir farin af stað? Já, ég var ekkert hræddur við það. Nei, sleðin var eiginlega svona, hann fór beinna og svona heldur maður bjóst við með þessi hestöfl. Við erum vanir þetta að fara í allar áttir og þannig að þetta lúkkaði ég vel bara auðveldara heldur en hefur verið okkur. Þannig að þú eru ánægður líka með sleðan? Já, mjög. Við hefum getað stilt aðeins betur, ég var búin að læra alveg inn á þetta, þannig að við gerum betur næst. En það eru nokkri sleðar hérna og svo reyndar nokkri líka upp í hillu þannig að þið hafi alveg einhverja sleða til að leika ykkur með. Já, við bætum svona 2 ári í hauginn. og losið ekki við neitt? Nei, seldi einu sinni einn, gamlir enn að skamma mig. Já, það ekki. En stóra trilltæki, hvenær fáið þið hann heim? Heyrðu, það er óákveðið, við erum að spá í að keppa kannski 2 aftur án með sumar. En það er eftir hvort við förum út, hvort við sendum hann núna eða hvort það er búið. Er ekki svolítið vesinsamt að æfa sig? Jú, það er engin aðstæða til að æfa sig hér, sko. Við viljum að búa hann sjálfur til, bara með tækjum. Þannig að það er bara í rauninni að mæta næstu, reyna bara alveg blitt í sjóin? Já, við viljum bara hefla okkur einhverja leið og þjappa og búa sjálfur til aðstöðu, það er engin aðstæða hér. Og við erum með einn hérna á kantinu bara? Já, við erum alla græðirnar, sko, það vantar ekki neitt. Og við erum heflara og við erum með bara græðirnar, þannig að þetta verður ekkert vesen. En framundan, sem sagt, ykkur langar að keppa aftur að ári. En þetta er svolítið fyrirtæki, er það ekki? Jó, þetta er náttúrulega alltaf dýrt, en við erum náttúrulega vonast til þess núna að þegar þetta verður komið í ganga og fáum við kannski einhverja styrktaraðila og þurftum bara að fara svona einu sinni til þess að geta sýnt hvað við getum og hvort þetta sé einhver möguleiki eða framkvæmilegt. Þannig að nú fyrir við að setja pressa á okkur og vilja fá heimsmeistaratitil. Já, og við stefnum náttúrulega á hann. Já. Og ég held að það sé ekki langt frá. Ef við hefðum verið búin að æfa okkur eitthvað þá hefðum við verið ofar. Nákvæmlega, og það er einhver tími til stefnu, hvernig ætlaðu að undirbúa ykkur fyrir næsta ár? Já, það er nú spurning sko, ég held að þurfum ekkert mikinn undirbúning, ég held að það komið svolítið vel inn í þetta, það virka núna. Komið stillingarnar og allt? Já, við náttúrulega höfum þennan tími það til að æfa okkur í því og ég held að það verður bara gott næst. En verður þú orðin heill eða þurfum við að fara að bítast um og hvor fer á sleðan? Það er auðvitað verið, hann er mjög léttar en ég sko, ég held að það sé bara betra sko. Þannig að það er málið, þú ert búin að vinna sætið bara? Já, maður er alltaf verið minnstur sko, við hefum gert grínamanni fyrir það, en það var kostuð núna. Við verðum kannski búin að smíða annan allavega þar næsta ár. Já. Það verður bara báðir. Þetta er alveg ótrúleg véla fjölskylda, en er einhver konur í fjölskyldunum sem hafa neitt að mynda að segja? Það er aðalega tuðabrið eitthvað yfir sem að kaupa eitthvað rast. En það hefur ósköp lítil áhrif. Það er nú gaman að þessu þegar það er komið sko. Já, það ekki. Jú, Þá bara þakka ykkur kærlega fyrir spjallu og segi náttúrulega bara að þú ert áfram þið og ég hlakka til að fá að sjá bara heimsmeistaratitil í húsi. Takk fyrir spjallið. Takk. Sömuleiðis.